Bogi segir að einhvern veginn sé það svo að miklu færri vilji sumardvöl fyrir telpur en stráka. Draumurinn sé að geta haft bæði og hann býður sjónvarpsmönnum í bátsferð út á vatnið og þar höldum við spjallinu áfram. Bogi, nú byggist þetta starf ykkar hér á því sem þið kallið kristilegt uppeldisstarf. Hvað er fólgið í þessum tveimur orðum? Já, kristilegt uppeldisstarf, það felst nákvæmlega í því að kenna drengjanum Guðs orð og góða siði og þar meðal annars kemur inn í sá þáttur að kenna drengjanum að læra að þekkja Guð og treysta honum. Og ritningin er það náttúrulega það leiðarljós sem við reynum að fara eftir. Nú hef ég heyrt að ýmsir foreldrar hafi í upphafi verið hikandi að senda drengina sinni hingað og að þetta væri einhver svona sértrúarsöfnuður sem að baki þessu stæði. En síðan þegar að drengirnir voru búin að vera hér að þá hafði orðið gjörbreyting á. Hefur þetta á einhvern nátt háð ykkur í starfi að menn hafa hugsað að þetta er eitthvað sértrúarmál? Nei, það ég hef aldrei orðið fyrir neinum óþægindum þó að mitt nafn væri nefnt í sambandi við sjónvarpsefni eða starfið á Ástjörn. Það er líka svona fjölmiðlum fyrir að þakka. Það er kannski, fólk hefur stærri sjóndeildarhring í þessum málum heldur en áður og þetta var nú einmitt það sem kom upp á borðið strax þegar við byrjuðum að menn yrðu hræddir við að senda börnin til okkar. En í gegnum árin þá held ég okkur hafi tekist að vinna traust Íslendinga og ég þekki engan sem ekki hefur treyst barninu sínu fullkomlega í höndunum á mér og ég vona að þeir hafi ekki orðið fyrir vonbrigði með það traust. Hvernig er þessu starfi ykkar skipt og þá hvernig er dagur drengjana? Eftir morgunmat þá höfum við venjulega svona 20 mínútna biblíu tíma fyrir drengina og það er svona skipt í aldursflokka, það er 6 og 7 og 8 og 9 og 10 ára og eldri sem við skiptum og reynum þá að fræða eftir í hvað eru gamlir. En eftir þessu loki þá eru drengirnir frjálsir. Þeir fara hér á báta og ef að gott er viður syndaðir eða fara í fótbolt eða gera eitthvað. Og þannig skiptist dagurinn að svo aftur kemur hádegismatur, síðan klukkan 1:00 þá er aftur stund með drengjum og síðan aftur klukkan 3. En þetta er aldursflokkaskiptings og það er aldrei nema svona lítið hlutaðum í þessum biblíustundum okkar. Og síðan kemur kvöldmatur og 8:30 þá eru drengirnir kallaðir inn, þá þvoðum við gerum það sjálf. Þvoðum við framötti, þeir myndu nú yfirleitt gleyma eyránum sjálfur ef þeir ættu að þvo þau. Og það er bara svona miðtortan sem fengi þvott. Svo við höfum tekið þann kostin að þvo drengjanum sjálfur. Og klukkan sem sagt 9 þá höfum við líka smá stund í salnum og endum okkar kvöldstund með bænastund sem að þeir hafa sjálfur. Þeir biðja mikið drengirnir, þeir hafa í bænarjóðurinn hér í skóginum og þeir biðja á herbergjónum og það er stór þáttur í þessu starfi það er að kenna drengjanum að biðja. Bænarjóður, hvað er það? Það er bara eitthvað sem þeir hafa komið sjálfur upp út í skóginu. Það er kannski 2-3 drengir sem að koma saman og sumir hafa ritninguna með sér og lesa og aðrir þeir hafa bara bænastund þar sem að þeir merka þessi rjóður sín með steinum sem þeir koma upp og búa jafnvel til kross og sem sagt helga sér þennan stað sem sitt bænarjóður. Og ég hef haft ákaflega gaman að þessu þætti því að þú getur ímyndað það þegar 80 strákar ætla að fara að biðja að þá er nú ekki hægt að allir tala í kór. Nei. En þá hefur þróun orðið svo að þeir hafa bara farið kannski 2, 3 eða 4 eða 5 saman og hafa sína bænastund og það hefur mér fundist það stórkostlegt að þeir hafa þjálfast upp í að gera þetta sjálfur. Og kannski er mín þjálfun í sambandi við biblíuna, og að kenna þeim að biðja, sá þáttur er fólkin í því að láta á gera þetta allt saman sjálfa. Sem sagt að það er eins og með manni sem ætlar að leika á hljóðfæri, hann lærir ekkert á að sjá annan leika. Hann
þarf að læra að leika sjálfur og það er það sem ég vona með þessari aðferð. Þá læri þeir að vera svolítið svona bænamenn og læra að stíga fyrstu skrefin hérna í þá veru. Nú það svo með okkur Íslendinga að margir okkar allavega halda því fram að þeir séu ekki mjög trúaðir. En enga síður þá erum við öll í kirkjun og menn sækja sína þjónustu til presta þó ekki sé kannski mikið almenna kirkjusókn. En Íslendingar eru margir mjög viðkvæmir og lokaðir í sinni trú. Verður var við það að drengirnir séu eitthvað viðkvæmir fyrir því að biðja bænir? Nú margt fullorðið og ábyggilega stór hluti af fullorðnu fólki á Íslandi sem voru aldrei með í bænir sínar. Drengirnir eru mjög opnir fyrir öllu svona finnst mér í dag. Það er mikið breyting á 40 árum. Mér fannst þeir vera mjög lokaðir hérna fyrstu árin sem ég var með Artur Gokk og Sæmundi Jóhannesinni. Þeir voru í gamla tímanum og héldu sér þannig. En síðan að þetta form var tekið upp að vera svona frjáls að þeir sem sagt taka sjálfur átt á verða þeir miklu frjálslyndari sjálfur. Og til dæmis það er gaman að geta sagt í það að kvöldstundir drengjana þeir sjá þær sjálfur. Þar standa þeir upp og lesa úr ritningunni og hafa sína vitnisburði sína trú og þeir eru ekki feimnir. Þeir eru mjög djarfir og ég hef oft sagt að það sjást engin kristilegur salur í landinu þar sem menn standi í biðröð eftir að fá að komast upp til að tala. Það gerist hér á Ástjörn og það sýnir að þeir eru mjög frjálsir og mjög djarfir einmitt vegna þess að þeir eru þjálfaðir á þann hátt. Hvert markmið þitt, Bogi? Eftir hverju sækistu eða þið sem að rekið hér Ástjörn? Sækistu eftir einhverja sérstakri innrætingu? Hvað markmiðið sem þið hafið? Hvað viljið þið sjá drengina, hvernig viljið þið sjá drengina þroskast? Já, það vakir fyrst og fremst fyrir mér að þessi dreng geti orðið að góðum drengjum og síðan að þeir verði að góðum mönnum þegar þeir vaxi. Og markmiðið fyrst og fremst að með því að leiða þá inn á brautir Krists að þá séu þeir komnir inn á þær brautir sem hjálpi þeim í lífinu áfram. Markmiðið eingöngu það að reyna að efla kristilega hugsun hjá þeim og tengja líf þeirra þannig að þeir hafi það traust sem ég hef sjálfur persónulega á Jesú Kristi. Veistu til þess að einhver af þínum drengjum á síðan 40 árum hafa orðið að prestum? Nei, ég veit nú ekki til þess, en ég veit að margir þeirra taka mjög mikið þátt í kristilegu starfi sumstaðar og það er auðvitað það sem gleður maður mest þegar maður sér að drengirnir verða góður í gegnum menn og auðvitað ég get sagt þér eitt gott dæmi það að hver áhrifin að það var kona sem sendi hingað dreng og hún sagði við mig, það var nú amman sem sagði mér þetta að ég sendi dreng sem átti að vera læknir en nú hefur þið sendt mér prest tilbaka. Svo kannski verður þetta nú eitthvað af þessum ágætum mönnum sem að verða þjónandi menn. Mitt markmið nú fyrst og fremst að ala bara upp drengi sem vilja fylgja Jesú Kristi og þjóna honum á bara sem eðlilegastan hátt. Ég held að, það er ágætt að menn þjóni Guði á ýmsan hátt en ég hef alltaf lagt áherslu á það að menn verður eðlilegir. Ég semst einn af þessum mönnum sem ekkert spenntur fyrir að fara yfir markið, svo að segja. Nei, það ekkert ofstæki? Ég vona að það sé ekki hægt að segja það um mig, minnsta kosti. Nú, þegar maður gengur hér og fylgist með drengjónum að þá er greinilega nákvæmlega sami andi hér og öðrum stöðum þar sem að fjöldi drengir kemur saman. Þeir slást og berjast og það virðist vera geysileg keppni og annað. Alið upp þetta keppnisandi í þeim? Já, það er gífurleg keppnisandi hérna og keppnisandinn hann kemur náttúrulega víða fram og drengir eru afskaplega kraftmiklir drengir, þeir eru þróttmiklir og þeir náttúrulega þjálfast við það að maður er að kenna þeim Guðs orð og góða siði en það breytir ekki þeirri staðreynd að þeir hafa mikið þrótt til að berjast og bítast og við stöndum hérna eins og lögregluþjónar stundum að taka á sundur. Já.
Fara þeir stundum saman, 5 og 10 í hóp og barist upp á líf og dauða? Nei, það er yfirleitt ekki svoleiðis bardaga, það er bara tvímenniskeppni. Það er mjög lítið um hópkeppni í þeim málum. En hérna í þessu kristilega andrúmslofti að þá sjáum við menn hér í Indíána og kúrekaleikjum þar sem að menn skjóta alveg baki brotnu og detta niður og þykjast detta niður dauðir, þannig að það er engin takmörk á þeim leikjum. Hér drengirnir eru mjög frjálsir í því sem þeir taka sér fyrir hendur. Já, hér er gamli víkingaandinn sjálfsagt ennþá lifandi. Þannig að ég er ofta svona, maður brosir út í annað þegar maður sér þá vera hér með drésverð í hendi og berjast hér á þann hátt og stundum koma menn sárir tilbaka. En það er ekki hægt að stoppa neitt slíkt. Drengirnir sjá þetta alls staðar og þetta er það sem þeir koma með sér. Maður heyrir hér töluvert mikið talað á máli frænda okkar Færeyinga. Hér er mikið af Færeyingum. Hvernig eru þessi tengsl Ástjarnar og Færeyja til komin? Já, það er alveg ótrúlega mikið hvað grannar okkar hafa verið okkur góður hér ásetningum. Þeir hafa komið hér í meira en 20 ár og hjálpað okkur mjög drengilega. Bæði hafa þeir sendt stórfé í þetta starf og svo hafa þeir líka unnið hörðum höndum hérna í sjálfboðaliðsvinnu, sumar eftir sumar. Og til dæmis í sumar þá verða 30 Færeyingar sem vinna hér sjálfboðaliðsvinnu. Já, það er nefnilega það. Hvaðan er þessi áhugi Færeyingarna til komin? Hann er fyrst og fremst komin að því að einn vinur minn, Jakob Parkus, hann hjálpaði mér hér fyrir 20 árum síðan rúmum og hann fekk áhuga fyrir þessu starfi og hefur hjálpað mér mjög drengilega og meðal annars hefur hjálp hans verið mikið í því að kynna starfið í Færeyjum og þannig vakið athygli á því að við þyrftum á hjálp að halda og það hefur svo sannarlega komið sér vel fyrir Ástjörn og fyrir Íslandinga. Það er nú svo merkilegt samt með þetta allt saman að það sem að lítið er í augum manna, það getur orðið mikið ef að Guð blessar það. Og hér hefur verið mikið Guðs blessun yfir þessu starfi og það hefur eins og allt gengið upp hérna. Það er eins og við Áslendingar séum svo lánsamir að það er alltaf einhver sem kemur til hjálpar. Nú hefur við lesið eftir því, Bogi, að þú telur þig vita þess mörg dæmi þar sem að þú hefur verið bænheyrður. Ertu alveg sannfærður mátt bænarinnar? Já, þegar að maður fær bænasvar undir þeim kringumstæðum að það virðist ekkert annað geta hjálpa manni, þá er náttúrulega styrkist maður í þeirri trú að bænin sé geysilega mikilvæg fyrir mann. Finnst þér þú oft hafa fundið þessi merki? Já, það eru mörg dæmi. Það er mörg dæmi bænheyrslu hér á Ástjörn. Ég get sagt því sem að lítið dæmi bara að það slasaðist drengur hérna og þá var ég símalaus og bíllaus. Ekkert samband hægt að hafa með mikilli fyrirhöfn. Þetta var svona undir kvöldmat sem þetta átti sér stað. Ég var hræddur að drengurinn væri brotinn. Ég fór svo þegar ég var búinn að koma drengjónum í rúmi og sagðist alltaf að athuga mín mál og fór hér upp á hólinn og fór að biðja. Þegar ég stóð þarna á hólnum þá sá ég einhvern gamla jeppaskröð koma þarna eftir veginum. Og það þýði nú lítið að stoppa þennan, hann er nú ekki með læknir innanborðs líklega. En ég er nú þrjóskarinn allt sem þrjóstir og stoppaði bílinn og spurði bónda hvort ég mætti ekki settast upp í þetta, reyndist vera sveitabóndi. Jú, hann sagði það verið velkomið, svo við fórum að ræða saman og ég sagði honum vandamál mín. Já, hann sagði það verið nú ekki mikið vandamál með lækninn. Hann verið hérna á Ferjubakka því að sonur bónda sem væri læknir í Keflavík, hann verið hjá honum. Og hann keyrði mig þangað og eftir bara stutta tíma þá var læknirinn kominn á staðinn og gat hjálpað mér. En það sem var merkilegast við það var það að Guð lét mig akkurat stoppa rétta bílinn sem vissi nákvæmlega að þarna var læknir sem ég gat fengið aðstoð hjá. Og mér fannst þetta stórmerkilegt. Og í sambandi við vernd barnanna þá get ég sagt líka góða sögu af því að það var kona sem sagði við mig það er stórkostleg vernd yfir þessum drengjum. Ég stóð hérna upp á hólnum og var að pikka bíl heim. Þá komu 2 bílar syngur mig við hólinn. Drengirnir voru að skríða þarna í vegakantinum og þeir voru að bíða eftir bara sennilega